beint millilandaflug skila ferðamanninum betur til okkar. Við fáum mjög lítinn hluta norður af þeim ferðamönnum sem koma suður, allt og lítið hluta. En hérna fáum við ferðamenn bara beint inn á svæðið og því mun meiri líkur að þeir nýti sér þá þjónustu sem hér er í boði. Áhrifin eru náttúrulega bara fyrst og fremst að við erum að sjá fleiri ferðamenn utan tímabils og við verðum náttúrulega mest vör við það þegar kannski rólegast að gera að þá skipta þessi ferðamenn alveg gríðarlega miklu máli. Allt sem er svona umfram á þeim kannski tíma sem er minna að gera vanlega, það er gríðarlega mikið verðmæti í því. Það er að sjálfsögðu hægt að efla ferðaþjónustu. Það tekur tíma og það kostar peninga en í þessari ferðaþjónustu er náttúrulega bara lykilatriði að hafa úthald og það er sem sagt þetta byggist upp á mörgum árum og tugum ára en úthald er númer 1, 2 og 3. Ég tel að þessi stórtækifæri í vetrarferðaþjónustu upplifa landið á allt annan hátt heldur en yfir sumarið og þá er Norðurlandi náttúrulega bara kjörstaður til þess að upplifa alvöru vetur og upplifa landið svolítið öðruvísi heldur en yfir sumarið. Ferðaþjónustan á Akureyri er náttúrulega bara gríðarlegur ferðaþjónustubær og ég hef oft sagt að þetta er svona hálfgerður svampur. Hér geta verið fleiri þúsund ferðamenn á þess að þú finnir beint fyrir því. Og hverja einustu helgi hér til þess að vetrartíman eru fleiri þúsund gesta sem að gista út allt. Hér er mikið orlofsíbúðum sem er nánast fulla hverja einustu helgar og önnur gisting sem að hérna getur tekið á móti þessum ferðamönnum og geta okkar hér er gríðarlega mikið og þú verður að finna fyrir kannski eins og mann segja neikvæðum áhrifum ferðaþjónustuna. Það er hægt að taka á móti mjög mörgum og þá verður að fara að finna fyrir því. Við undirbúum okkur þannig að markaðsefni og annað við þurfum að fara aðeins yfir það og beina þeir kannski svolítið til þeirra sem eru að koma. Og við vitum að núna erum við að taka á móti bæði Bretum og það flóði frá Hollandi líka og svo Austurríki. Þannig að við erum verið að skoða bara hvernig við getum komið efni til þeirra og kynnt okkur betur og eins með samfélagsmiðla annað að við þurfum að huga því að þeir eru ekkert góðir í íslensku. Við þurfum að koma þessu á framfæri líka á ensku eða þeim tungumáli sem henta best. Við höfum verið mjög dugleg við að styðja við til dæmis íþróttafélögin hérna í bænum. Og það er svona náttúrulega bæði okkur mikils virði að íbúum líði vel. Það sé hægt að sækja og krakkar og fjölskyldur geti nýtt sér þá aðstöðu og það æfingar og það íþróttir sem eru í boði sem býr þá bara til skemmtilegra líf í bænum og betra að búa, gott að búa á Akureyri. Og þar af leiðandi náttúrulega höldum fólk í bænum sem eru okkar viðskiptavinir. En síðast en ekki síst þá náttúrulega eru þessi íþróttafélög gríðarlega öflug því að búa til viðburði og þeim fylgir fólk í bæinn, Íslendingar sem eru náttúrulega fyrst og fremst okkar viðskiptavinir í dag og íþróttafélögin eru dugleg og koma með mikið fólk í bæinn sem við síðan þjónustum.